Námslínan leiðtogahæfni og breytingastjórnun, forysta í síkviku umhverfi, snýst í kjarna sínum breytingastjórnun. Við þurfum stöðugt að vera aðlagast til að aðlagast breyttu umhverfi, breyttri tækni. Við erum að innleiða nýja stefnu eða bara leysa úr aðkallandi verkefnum sem kalla á að við breytum einhverju hjá okkur. Og það getur verið viðspyrna og núningur og við erum að læra í þessu námi aðferðir til að stuðla því að breytingar komist hnökralaust í gegn. Þegar við erum að þroska okkur sem leiðtoga þá erum við fyrst og fremst að auka sjálfskilning og sjálfstjórn, því eins og einn helsti stjórnendafræðingur Bandaríkjanna á síðustu öld, Drucker, sagði: ég kenni ekki fólki að stjórna öðrum, ég kenni því að stýra sér sjálfu. Því að ef við höfum stjórn á okkur og sínum yfirvegun, þá byggjum við frekar upp traust með þeim sem við erum að leitast við að hafa áhrif á og fá til að fylgja okkur í breytingum. Það að sjálfsögðu allir velkomnir í þetta nám, en það hugsað fyrst og fremst fyrir starfandi stjórnendur og aðra sem hafa áhuga á að takast á við stjórnunar og leiðtogahlutverkið. Það eflir mann alltaf að kynna sér rannsóknir og kenningar sem hafa farið fram, eða rannsóknir sem hafa farið fram á því sviði sem maður að glíma við og kenningar hvernig megi ná árangri. Og það náttúrulega sérstaklega árangursríkt að gera það þegar maður með smá reynslu í farteskinu. Og þannig að þeir sem þetta námskeið hefur þann tilgang að efla stjórnendur og leiðtoga í störfum sínum. En í tímum að þá við kynnum kenningarnar og það fer fram hópvinna til að dýpka þá þekkingu. Því að fullorðnir læra meira af því að gera heldur en að sitja bara og taka við því sem að kennarinn streymir frá sér. Og með því að spegla það sem hver og einn að glíma við og gera í kenningunum og í verkefnum sem að hópurinn að vinna saman og deila reynslu sinni, að þá nær fólk að skapa betri grunn og öryggi gagnvart sínum verkefnum og keyra á þau, hafa tiltrú á að þeir sé að gera rétt, þó á móti blási, meðan á sjálfu umbreytingaferlinu stendur.